Ég vil heilsa ykkur öllum í nafni Jesú Krists og láti ljósi þakklæti til Drottins fyrir það að ég má vera hér í dag. Ég hef ekki verið hér í guðsþjónustum síðan 10. september, fekk leiðinda flensum og er svona að losna út úr þeim viðjum. Ég heilsa ykkur öllum og þakka ykkur fyrir bænum. Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin hingað til þessara guðsþjónustu í Hvítasunnu-kirkjunni Fíladelfíu í Reykjavík og við þökkum fyrir þetta tækifæri sem okkur er gefið. Mér finnst ástæða til þess að við þökkum Guði fyrir landið okkar sem flýtur í margvíslegum gæðum árið út og árið inn. Íslendingar, við stöndum í þakkargjörðarskuld við almætti Drottins. Blessunar Drottins biðjum við yfir forseta okkar, frú Vigdísi Finnbogadóttur, biðjum jafnframt fyrir oddamönnum og landsfeðrum þjóðarinnar. Mér er efst í huga þakklæti til þeirra allra er stóðu fyrir hreinsun í sölun Alþingis á bjórfrumvarpinu í júní síðastliðnum. Þakklæti okkar beinist til Jóns Helgasonar, dómsmálaráðherra, sem hefur sýnt manndóm og kjark til þess að hreinsa ráðuneyti sín af notkun alkóhóls. Undir þær þakkir taka konur og börn, drykkjumanna allt land. Allir bindindismenn og allir kristnir menn í landinu, sem sjá voðan af Bakkusi. Nægjanlegt er af þeim ófögnuði fyrir svo ekki sé ábætt. Árið sem leið lagði þjóðin 1,4 milljarða króna á altari Bakkusar. Slíkir er þvílíkt gjöra eiga ekki rétt á að kvarta efnahagslegar þrengingar. Váleg tíðindi helltust yfir þjóðina úr fjölmiðlum landsmanna nú í vikunni sem leið. Á ég þar upplýsingar fóstureyðingar undanfarin ár og stígandi tölur svo skiptir hundruðum árið sem leið. Má jafna því við vegleg kauptún víða land sem þurrkuð væru út á einu ári af mannlífi. Það tímabil sem lífið, fóstrið er í móðurkviði, þá er það varið að við mesta öryggi sem maðurinn hefur á allri lífsgöngu sinni. Nú er ráðist gegn fóstrinu og því eitt, miskunnarlust. Talið er að öllu sé lokið þegar eyðingin er afstaðin. En er það svo? Þegar að fyrsti maðurinn dó á þessari jörð, Abel Adamsson, var það fyrir hendi bróður hans Kains. Bak við fortjald lífs og dauða heyrðist hróp, og það hróp náði til himna. Hvar er Abel, bróður þinn? Hvað hefur þú gjört? Hvers vegna þetta hróp? Svar. Þegar að guðleg þrenning skapaði mannin í sinni mynd, þá sagði Drottinn, taki nú eftir fleirtölunni, vér viljum gjöra menn líka oss, og Guð skapaði mannin í sinni mynd, hann skapaði þau karl og konu. Þetta þekkja allir og hægt er að lesa í 1. Mósebók 1. og 2. kafla. Í Postulasögunni 17. kapítuli er greint frá því þegar að Páll postuli kom til heimsborgarinnar Aþenu og predikaði yfir hinum vísu Grikkjum sem þá þekktu ekki fagnaðarerindi Jesú Krists. Frá versinu 27 lesum við: Svo þjóðina skyldu leita Guðs verða kynni að þær mættu þreifa honum og hann finna, enda þótt hann sé eigi langt frá hverjum og einum af oss. Því að í honum lifum, hrærumst og erum hér. Eins og líka nokkur af skáldunum hjá yður hafa sagt, vér erum líka hans ættar. Fyrst vér nú erum Guðs ættar, megum við ekki ætla að Guðdómurinn sé líkur gulli eða silfri. Lífið er allt Guðs gjöf og það er hlutur af Guði sjálfum. Sjá mínar eru sálinar allar, segir Drottinn, sál föðurins og sál sonarins, mínar eru þær. Esekiel 18, versi 4.
Þegar að sköpun Guðs er rutt úr vegi og henni eitt, þá ómar viðvörunar kerfi himinsins og röskun verður í sköpunarverkinu, svo hátt metur Drottinn lífgjöfina. Hvað hefur þú gjört? Heyr, blóð bróður þíns hrópar til mín af jörðinni. Þessi misþyrming á lífinu verður ekki hulin í fjölda gröfum eða brennsluofnum. Hvað hefur þú gjört? Í 4. Mósebók 35. kapitula segir svo í versunum 30 og síðar 33, 34. Og áður en ég les þessi vers, þá má varpa fram þeirri spurningu hvort að svo ógæfa sem býður okkur í þessu góða landi með öllum þessum gæðum eigi einhverja rætur hér þegar að hundruðum lífa er eytt í fóstureyðingum, og það með vilja löggjafans og það með framkvæmd hæfustu manna. Nú drepur einhver mann, þá vanhelgast landið sem þér eruð í, því að blóðið vanhelgar landið, og landið fær eigi friðþægingu fyrir það blóð. Þú skalt ekki surga landið sem þér búið í, með því að ég bý í því, segir Drottinn. Það er alvarlegt að vera maður og það er alvarlegt að vera til. Íslendingar, viljum við meina að Drottinn hafi aðeins búið með gyðingum og í landi þeirra? Býr hann ekki líka með því fólki sem syngur ó Guð vors lands og lands vors Guð? Ég trúi því. Morð og fóstureyðingar eru vanhelgun og sörgun fyrir landið og upphaf ógæfu og óhamingju. Ég skora því á valdsmenn þjóðarinnar að spyrna hér við fæti og þrengja veg fóstureyðinga eins og mögulegt er læknisfræðilega séð. Við ættum ekki að þurfa að sækja kjörbörn og fósturbörnum víðan heim. Mikið af þeim sem eitt var síðastliðið ár hefðu fúsar íslenskar móðurhendur vilja ganga í móðurstað. Og þið blessaði læknar sem stétt, sem ávallt eru tilbúnir með útréttar hendur, líknandi og hjálpandi. Dragið að ykkur hendunar þegar þennan viðbjóð er að ræða. Minnist grundvallarkenningar Hippokratusar frá eyjunni Kos, að bjarga lífi en eigi eyða. Textin fyrir predikuninni er Jóhannesarguðspjall 14. kapitúli 1. vers, 4 orð. Hjartað yðar skelfist ekki. Þessi orð eru töluð af Drottni Jesú Kristi síðasta kvöldi sem hann var í lifanda lífi með lærisveinum sínum. Textin kallar á spurningu og textin kallar á svar. Spurningin er skelfing búin hjartanu? Svarið er já. Þegar að skelfingar koma yfir okkur, þá finnur hjarta til. Og ein skelfing er ofar öllum og hræðilegri öllum öðrum, og inn á það munum við koma hér í dag. Hinn vísi Salomon segir, hjartað eitt þekkir kvöld sína og jafnvel í gleði þess getur engin annar blandað sér. Og varveit hjartað þitt framar öllu öðru, því þar er uppsprettur lífsins. Hvað veldur skelfingu og hjartasjáttar? Jesús, hann talar og læknirinn Lúkas skrifar eftir honum. Lúkas 21:34. En gæti sjálfra yðar og hjörtu yðar oft þyngist ekki við svall og drykkjuskap og áhyggju fyrir lífinu og komið svo þessi dagur skyndilega yfir yður eins og snara. Því koma mun hann yfir þá sem búa á öllu yfirborði jarðarinnar. Verið því ávallt vakandi og biðjandi til þess að þér megnið að umflýja allt þetta sem framum koma og að standast frammi fyrir mannsynunum. Hugsa sér þessu orð. Hjartað ofþyngist ekki. Þungur hjartsláttur, þungur þrýstingur. Þá er voðinn vís. Látum læknirinn Lúkas útskýra þetta nánar fyrir okkur.
ofþyngist ekki við svall. Því fylgja vökur, svallinu, skerðing á eðlilegum hvíldartíma, andlegar og líkamlegar misþyrmingar og slys og ótímabær dauði. Víða má lesa svallið í Biblíunni. Hver kannast ekki við svall glataða sonarins? Við skulum heyra frá því 1000 árum fyrir Kristburð hvernig svallinu líkt og bera það svo saman við það sem við heyrum og sjáum í dag. Orðskveðinu 23, versi 29. Hver æjar, hver veinar, hver á í deilum, hver kvartar, hver fær sára þarflausu, hver fær rauð augu. Þeir sem sitja við vín fram á nætur, þeir sem koma saman til að bergja á krydduðum drykkjum. Horf þú ekki á víni hver rautt það hversu það glóir í bikarnum og rennur ljúflega niður. Að síðustu bítur það sem höggormur og spýtir eitri sem naðra. Augu þín munu sjá kynlega hluti og hjarta þitt mun mæla fláræði. Tala orð sem aldrei yrðu mælt undir öðrum kringumstæðum. Þeir hafa slegið mig og ég kenndi ekki til. Þú munt verða eins og sá sem liggur út á miðju hafi, já eins og sá liggur uppi á siglutré og ekki það gott. Vínið sterkur, drykkur, spottari og glaumsamur og sá drukkin reykar, hann óvitur. Svallinu hér hjá orðum Jesú í Lúkasarguðspjalli tengt saman við drykkjuskap. Bindindisræða einu sinni enn. Já, já, hví ekki það. Veitir af að vara við og stemma við stigu. Vist þú ekki að bindindi ávöxtur anda Guðs? Því ávöxtur andans bindindi. Og hvað okkur nauðsynlegra en að vera allskáð? Bindindi ein allra fegursta og gagnlegasta dygð. Í viðbót við hjartaþyngsli sem drykkjuskapur fæðir af sér, þá tekur út yfir það sem Biblían segir, drykkjumenn mun ekki erfa Guðs ríki. 1. Korintharbréf 6:9. En gæti þess að hjörtu yðar ofþyngist ekki við svall, drykkjuskap, og svo kemur hann með áhyggjur fyrir lífinu. Áhyggjur. Geta þær verið alvarlegar í þessu sambandi? Já, mjög, mjög. Við kannastum öll við þetta með áhyggjurnar. Og þær vilja sækja að okkur í tíma og í ótíma. Ef við lesum hér hjá Lúkas í 21. kapitul á versi nr. 25, þá stendur hér: og menn munu gefa upp öndina við ráðaleysi hafs og brimgný. Og menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því að koma muni yfir heimsbyggðana, því að kraftar himnanna munu bifast. Það þarf engin ytri tæki til, engar ytri aðstæður, hvorki gagnvart hálsi eða höfði eða hjarta. Það bara svona áhyggjunar, það geta eytt lífinu. Og þetta mun fara vaxandi og þetta mun verða meira og meira eftir því sem tíminn líður. Og Jesús nýtir hér saman eitt tímanna tákn sem við stöndum uppi í dag, því að kraftar himnanna munu bifast. Hér á hann við atómið. Kraftar himnanna, það atóm. Og hann segir að það muni bifast. Mannkyni stynur, mannkyni hrætt, mannkyni hefur kvíða. Austan frá Kína heyrum við ráðamenn þar segja við alheiminn að þó stórveldin 2, Rússland og Bandaríkin, minnkuðu byrði sínar helming, að þessum óhugnaði þá nægjanlegt fyrir samt þess að eyða öllu lífi á þessari jörð. Heyrum við í dag nokkuð bifast á Múrrófaeyjum, alla leið suður í Kyrrahafi. Augu alheimsins beinast að því sem Frakkar að gera þar. Eitthvað að bifast? Hefur eitthvað bifast í Nevada, eyðimörku í Síberíu? Og þegar að þetta svona í heiminum
og spádómarnir tala alveg ákveðnu máli og bænin óraunhæf, aldrei aftur Hiroshima, aldrei aftur Nagasaki. Því Biblían hún talar og hún segir frá og gefur viðvörunar orð. Þess vegna skulum við leita athvarfs hjá Drottni og varpa áhyggjum okkar upp á hann. Hann ber mikið fyrir okkur. Ég heyrði einu sinni mjög merkan mann, ég heyrði hann oft, það var Levi Petrus. Hann talaði áhyggjur og hann sagðist hafa lært það snemma í sínu trúarlífi að taka þær aldrei upp í rúm, heldur skilja þær alltaf eftir fyrir utan þröskuldinn. Varpið allir áhyggju yðar upp á mig, ég ber umhyggju fyrir yður, segir Drottinn. En sameiginlegt áhyggjuefni sem við losnum aldrei við skal ég lesa fyrir ykkur í Hebreabréfinu, 2. kapituli og versi 14 og 15. Það sem nú börnin eiga hlut í hold og blóði, þá hefur Jesús sjálfur fengið hlutdeild í því mjög svo á sama hátt. Til þess að hann fyrir dauðan gæti að engu gjört þann sem hefur mátt dauðans, það er að segja djöfulinn, og frelsað alla þá sem að ótta við dauðan voru undir þraskun seldir alla sína ævi. Hjarta yðar skelfist ekki, en skelfing dauðans mun ná okkur öllum. Og hún alveg voðaleg ef við eigum ekki Jesús með okkur til þess að bera þá skelfingu, hlífa okkur, miskunna sig yfir okkur. Jesús sjálfur mætti þessu. Þegar hann stóð andspænis þessu, þá sagði hann, nú sál mín skelfd. Og þegar hann kom í garðin í Getsemani, þá sagt frá því í Guðspjöllunum, hann tók að hryggjast, láta og hugfallast. Sál mín sárhrygg allt til dauða. Jesús langaði ekki að deyja. Og í viðbót við líkamlegan dauða, þá dó hann friðþægingar dauða, dauða fyrir synduga menn, dauðan fyrir þig og fyrir mig. Blessað og lofað veri hans heilaga nafn. Ég vegsama Drottinn Jesúm Krist, fyrir allt hans líf og fyrir dauða hans á krossinum á Golgata. Hann var kraminn vegna vora misgjörða og hegningin sem við höfðum til unni kom niður á honum. Og fyrir hans benjar urðum við heilbrigðir. Og eins og seiður sem lyddur var til slátrunar, þegir fyrir þeim klippa hann lauk eigi upp munni sínum. En Drottni þóknaðist að kremja hann með harmkvælum, þegar hann fórnaði sjálfum sér í sektarfórn. Hann sem aldrei hafði til sektar unnið, hann varð að ganga þessa leið. Og þegar við virðum fyrir okkur göngu hans, þá var það átakanlegt að sjá hvað hann var mikið einn. Og þegar hann hafði verið negldur á krossin á Golgata, hvaða lið var með honum þar? Við sjáum þar 4 konur og Jóhannes Sebedeusson, lærisveinn hans. Þetta var kjarninn, þetta voru þeir sem stóðu með honum, sem mektaði 5.000 manna, sem laknaði blinda, reisti upp dauða, gaf heyrnarlausum heyrn og mállausum að mæla. Hann spurði einu sinni, hvar henni nýju? Voru einhver sem snér aftur til þess að gefa Guði dýrðina nema þess eini útlendingur? Hvar þú? Stendurðu með Jesú? Stendurðu með málefni hans? Stendurðu með líkama hans? Hann spyr lið. Hann spyr ekki undan skotsmenn. Hann spyr samstæða heilstifta menn sem vilja bera fram erindi hans. Við mikla íhugun á þessu máli þá finn ég eitt, bara eitt, sem Jesús gat treyst. Hann bað lærisveinana að vaka með sér, standa með sér en þeir sofnuðu. Og þeir fóru á flótta, þetta vitum við Hvað er það eina sem ég finn? Það stendur í Jóhannesarguðspjalli 14, versinu 30. Ég mun ekki framar tala margt við yður, því að höfðingi heimsins kemur. Hann á ferð, og hann bankar að dyrum með þetta ægivopn sem heitir dauði.
Og það ástæða og eðlilegt að hjarta fara að titra þegar það ber að garði hjá okkur. Þá erum við ein alein. En þegar höfðingi heimsins kemur til mín, segir Jesús, þá segir hann þessi stórkostlegu orð: í mér á hann ekkert. Í mér á hann ekkert. Og þegar að höfðingi heimsins kemur til mín og kemur til þín, getum við þá mætt honum á þennan hátt að segja: hann á ekkert í mér. Vistu að þegar við deyjum, þá kemur dauðinn og við taka sitt sem í okkur er. Þetta er mikið alvöru mál. Þetta snertir þröngt hlið og mjóan veg. Hvað vill dauðinn og óvinnurinn eiga í okkur? Illt hugarfar, ósætti, hatur, beiskju, baktal. Þið hefur kannski haldið að ég myndi benda fyrst á alkohól og önnur eiturefni. Það er líka frá óvinnunum. En gætum okkar, því þegar Jesús er svo negldur á krossinum, þá fylgir þetta honum. Í mér á hann ekkert, alls ekkert. Og þegar hann svo gefur upp andan og þegar hann deyr, og hann rópar: það er fullkomnað, þá var dauðinn búinn þar. Og á bálið vill draga sálirnar, segir Hallgrímur Pétursson. Það má alveg benda á þetta í dag og látum ekki þögn ríkja yfir þessari miklu alvöru sem hér er. Og þegar hann gaf upp andan, þá ætlaði dauðinn að taka hann. Eins og hann ætlar að taka þig og ætlar að taka mig. Veistu, hann er að leita að sínu. Við höfum svo oft borið dauðanum ávöxt eins og reikningin talar um. En Biblían segir: dauðinn gat ekki haldið honum, hann varð að sleppa honum. Hann átti ekkert í honum. Og þess vegna reis hann upp, blessað veri hans heilaga nafn. Og hér er grundvöllur fyrir því að hræðsla fyrir burtu. Jesús Kristur, hann sigraði. Og þegar einn af merkustu mönnum Biblíunnar, höfundur 5 bóka Nýja testamentisins, Jóhannes Sebedeusson, var á inn í Patmos vegna nafns Drottins Jesú Krist, þá átti að þurrka hann í burtu, þá átti að eyðileggja hann og gera hann að engu, en það var ekki hægt. Þarna á Patmos fæðist eina sterkustu perlum Biblíunnar, Opinberunarbókin, og hún fæðist á þennan hátt. Og ég sá hann, segir Jóhannes. Og þegar hann sá hann, þá féll hann fyrir fætur honum sem dauður væri. Þvílík náð að mega falla fram fyrir Drottni, gefast upp fyrir honum og gefast honum algjörlega. Það verðum við eitt sinn að gera, beygja kné okkar fyrir honum og játa hann er Drottinn, Guði föður til dýrðar. Þvílík náð að mega gera þetta í dag og bíða ekki eftir hennum efsta dómi. Og þegar hann féll fram fyrir honum, þá sagði Drottinn Jesús við hann leið og hann lagði hendi sín á hann. Þvílíkt að finna snertingu Drottins. Þetta er upplifun með Jesú Kristi. Hann ekki einungis býr í landi okkar, heldur kemur hann inn til okkar, snertir við okkur og vill eiga sama stað. Vertu ekki hræddur, Jóhannes. Ég er hinn fyrsti og ég er hinn síðasti og ég er lifandi. Sjá, ég var dauður, en lifandi er ég aldir alda. Og ég hefi lykla dauðans og ég hefi lykla heljar. Vertu ekki hræddur. Hjarta eða skelfist ekki né hræðist. Leitum Drottins meðan hann er að finna, köllum á hann meðan hann er nálægur og finnum hans stórkostlegu náð og máttugu hjálp. Í Jesú nafni, amen.